Það verður sigur, þryggjastega sigur á toppliði ÍR. Þú hefur náð að brjóta aftur á bak harða varnartilburði Kristínu í kvöld. Já, þetta var bara frábær leikur, sérstaklega svona fyrstu 3 leiklutarnir vorum við bara virkilega góðir. Við tölum að líkillinn væri að fækka töpum boltum, við endum í 7 og stoppa sóknarfrákvæmstu þeirra, þau endur reyndar í 20 en annars bara frábærlega vel spilaði leikur hjá stelpunum. Já. Þetta var svona nokkuð, ég ætla ekki að segja þægilegt, þið eru þarna 10-12 stigum á undan í seinni hálfleiknum, svo kemur ákveðið svona moment þegar ÍR kemur á slæmikafli, þegar ÍR kemur með áhlaupið sitt. Var ekki fyrir að fara ykkur þarna? Jú, ég meina, við mistum það Huldu líka út af með 5, þannig að þessu 90 sekundur eftir og það er búin að minnka niður í 1-2. Geta jafna með þessu á vítalínunni minni mig og jú, auðvitað, það er mikilvægt að þegar það er svona momentum shift í leiknum og þá er bara að skora boltan í körfunni. Og Kaninn og Einsel gerði það hann í lokin frábærlega og kláraði þetta svo fyrir okkur í línunni og virkilega sterkt. Káirliði 6-3, það sem af er þessu 6-3, já. 6-3 eftir þennan leik. Þú voruð að leggja eina tapleysarliði á heimavelli þeirra. Hvernig leikur tímabilið hingað til og stemminguna? Sko, andinn í hópunum er búinn að vera bara frábær og fer bara vaxandi. Við náttúrulega erum að missa 2 sterka leikmenn, ég held að það sé nú engin líf. Við erum að missa Fanney og Snæfríði þeir eru að fara í heimsreisu eftir áramót. Þannig að við verðum með talsvert yngri hóp þá eftir áramótin og stelpunar Anna og Fjóla og María og Helena og þessi stelpur sem kannski spiluðu minni í dag munu þurfa að taka við Keflinu eftir áramót þegar við missum. Axla meiri ábyrgð? Já, axla meiri ábyrgð, klálega. Og við erum með mjög ungan hóp og ég er alveg hrikalega ánægður með stelpur, þetta er ógeðslega gaman. Frábært, takk.